Skúli minn. Já, mjólk og sykur bara. Skúli, ég þarf aðeins að tala við þig hérna nýju ölsinguna þeirra. Þú getur ekki beðið, ég alveg á fullu í konfektseríunni. Já, það einmitt hún sem ég ætla aðeins að fara yfir með þér. Býtu, hvað ertu ekki ánægð með konfektseríunni? Það nokkur atriði sem ég langar að ræða niður. Hvernig flestu þessa hugmynd? Sko, ég lagði af stað með að nota slagorð framleiðandans. Allt of gott. Já, skiljið nú samt ekki alveg? Jú, sko, að vera trúr þeim fleti, alveg bara frá upphafi. Já, ég skiljið samt ekki. Sko, fara ekkert út í aðra sálma, heldur illút bara áfram út frá þessu allt of gott, skilur þú veist, of gott. Nei, ég skiljið ekki, sko. Fólk að kasta upp í auglýsingum. Já, gottið svo gott að það ekki hægt að háma það í sig, þannig að fólkið búið að standa og guffa í sig, þannig að það verður veikt. Og kastar upp? Já, ég hugsaði með mér, hvernig get ég notað möguleika útvarpsins sem miðils sem best við að láta fólk verða veikt? Nú, með því að láta það kasta upp. Æla? Já, þú skilur. Já, ég skil. Já, þetta kemur alveg ofsalega sterkt yfir. En heldur það sé jákvæð auglýsing fyrir selgeta fólk kasti því upp? Já, sko, í kjölfarið af slagorðinu allt of gott, þá fær maður þá hugmynd að það sé alveg ómótstæðilegt þetta gott og maður get ekki hægt að háma það í sig, það sé svo gott. Svo maður kasti upp? Já, ekki endilega, sko, það bara þetta fólk sem var svo óhætt að gottið var allt of gott fyrir það. Já, ég finnst samt að við ættum að endur skoða þetta. Finnst þið það? Já, mér finnst það, ég skil hvað átt að fara. Þetta frumlega góð hugmynd kannski, en ég veit ekki hvort hún virkar. Ekki? Nei. En það nú seinni auglýsingin sem fengum meira fyrir brjóstið. Já, sko, í henni hélt ég áfram með þetta gottið var í rauninu of gott og fór lengra bara. Já, það nú kannski þar sem hefði mátt stoppa. Nei, sko, það ekki bara það að gottið sé svo gott að fólk get ekki hægt að éta það og það fara að æla. Það svo gott að maður hreinlega bara færi í magan að því að éta það svona í kassavís og fer bara á klóstið. Já, einmitt. Já, og bara þar tímunum saman og svoleiðis bara rennur niður um henni. Já, einmitt. Og þá einmitt maður að nota miðilinn svo vel, þú veist. Það ekkert sagt, en umhverfisljóðin segja allt sem segja þar. Þetta í rauninni brilljant. Það hægt að segja hluti sem ekki hægt að segja í útvarpi. Býtu. Sko, það þessi hljóð, þarna. Já, einmitt. Við erum nú hálf svona óaðlaðandi. Svínu virkar. Við plötuðum laxirolí ofan í gauja og vorum búin að koma fyrir mikrofón ofan í skálinu, svo tókum við það upp og svo sampluðum við þetta bara yfir og datt. Já, þú þarft ekki að fara nánar út í það, ég skil alveg, sko... Já, finnst þér þetta ekki flott? Flott? Það er nú kannski ekki fyrsta orðið sem kemur upp í hugan. Ekki? Nei. Sko, en með þessu gengur maður lengra en maður getur með orðum. Þú segir ekkert, jóa konfekt svo gott að þú hámar það í þig þannig að þú fær flöytandi drullu, svoleiðis kolsvart og ógeðslega og loks svíð, þú veist. Nei, einmitt, maður segir það ekki. Nei, en þarna tekst mér að segja það samt án þess að segja það. Og sérðu í alvörunni ekkert athugavert við þetta hjá þér? Býtu, við hvað? Við að auglýsa konfekt með því að hafa mann sitjandi á klósti, greinilega hafandi mjög óþægilegar hægðir. Þetta virkar. Nei, veistu Skúli, þetta virkar nefnilega ekki. Jú. Jóakonfekt. Allt of gott. Æðislegt. Skúli, ég veit ekki leiðir þetta, þú þurfa að tilkynna þér þetta, en ég held að við getum ekki haft þetta lengur. Hvað, akkur ekki? Þú kantir ekki hóf. Þú þekkir ekki þessa fínu línu sem að verður að virða. Þú gerðir nokkra mjög góðar auglýsingar hérna, eins og þess að til dæmis fyrir byggingaúrverslunina, þar sem smiðirnir tveir hittast í búðinu og verða aðfangnir og fara að kissast og svona eins og eins þessi rafgeimina, þar sem leigubílstjórinn og vörubílstjórinn, mennirnir tveir, eru að njóta ástar saman og tala um það hvað geimarnir séu góðir, bílarnir bara rjúki í gang. Já, ég myndi að nokkuð ánægð með hana líka. Já, svoleiðis bara fallegt og heilbyggt, fullorðnir menn að njóta lífsins, það er normál, en þessi konfektsería þín svo kólsikk á það hálfa væri nóg.